Komið í sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta hlaðvarpsþáttur minn sem alltaf til hægri. Ég hef áður í þessum þáttum hér rætt samhengið á milli lífskjara, viðskiptafrelsi, stöðu sjálfstæða atvinnurekandans, klíkukapitalisma, umsefa ríkisvaldsins og ekki síst samkeppnisrekstrar ríkisins. Ég bent á að ríkisvaldið valdi oft skaða. Ég vil þótt farið sér fram af góðum hug með almanna hagsmuni að leiðarljósi. Með aðgerðum eða aðgerðaleysi hefur ríkið áhrif á mannlega hegðun, brenglar samkeppni og brenglar alla ákvarðanatöku. En verst þegar gripið til laga og reglugerðarsetninga sem veitir ákveðnum fyrirtækjum forréttindi eða skjól. Afleiðingin sú að það sem ég kalla klíkukapitalisma nær að festa rætur, nær áhrifum og völdum, eitthvað sem gengur gegn sameiginlegum hagsmunum okkar allra sem þjóðar. Og ég hef tekið ívilnunarsamninga svokallað við einstök fyrirtækjum skattamál og aðra mikilvæga þætti sem umgjörð atvinnulífsins sem dæmi hvernig góður vilji stjórnvalda geti leitt til ófarnaðar. Gengið gegn jafnræðisreglu sem allir segjast halda í heiðri, ekki síst á tyllidögum, hugmyndafræði forréttinda, fyrirgreiðslu og klíkuskapar nær oft yfirhöndinni. Með því að berjast fyrir ívilnunarsamningum ákveðinna fyrirtækja reynt að örva fjárfestingu og efla atvinnusköpun. Þetta á góðum hug. En afleiðingin hins vegar oftar en ekki verri nýting fjármagns og vinnuafls og öðrum arðbærari fjárfestingum ekki síst á sviði nýsköpunar rutt úr vegi. Lífskjör til langrar framtíðar verða verri en ella. Ég hef haldið því fram að með ívilnunarsamningnum sé kerfið að koma sér undan því að lagfæra það sem miður fyrir. Ekki sé hors í augu við þá staðreynd að skattkerfið og regluverkið allt kunni að vera með þeim hætti að það fremur drepi í dróma en örvi efnahagslegar framkvæmdir. Þess vegna séu slíkir samningar líklegri til að leiða til ófarnaðar en hagsældar. Þó eru þeir líkt og barnaskapur við hlið beinnar eða óbeinnar ríkisábyrgðar á rekstri fyrirtækja. Skiptir engu hvort að ræða banka, flugfélög eða önnur stórfyrirtæki sem ákveðið hefur verið að séu það sem kallað kerfislega mikilvæg fyrir þjóðarbúið. Opinber ábyrgð á rekstri fyrirtækja leiðir til þess að fyrr eða síðar verða athafnir þeirra sem stjórna ábyrgðalitlar eða minnstakosti ábyrgðaminni. Ekki vegna þess að stjórnendur viðkomandi fyrirtækis ætli sér að sýna ábyrgðarleysi, heldur vegna þess að allir sem að hafa öryggisnet undir sér taka stöðugt aukna áhættu. Þetta vitum við öll, þetta þekkjum við öll. Þetta bara mannlegt. Og þetta fjallaði ég meðal annars í þætti hér í mars á síðasta ári undir yfirskriftinni viðskiptafrelsi, sjálfstæði atvinnurekandinn og klíkukapitalismi. Þar benti ég á að meðal að stjórnmálamenn og embættismenn ekki síður hafa jafn mikil áhrif á efnahagslífið og almennar leikreglur og raun ber vitni verða alltaf til fyrirtæki sem þeir telja kerfislega mikilvæg. Vegna þessa sé ekki aðeins nauðsynlegt að hafa með þeim eftirlit, heldur ekki síður að búi sér til formleg eða óformleg réttar að setja bak ábyrgð á rekstri ríkisins, ábyrgðina veita skattgreiðendur á þess að hafa nokkuð það að segja. Það ekki lítil eða meðalstór fyrirtæki sem kerfið, stjórnmálamennirnir, embættismennirnir hafa áhyggjur af. Slík fyrirtæki ekki talin ógna stöðuleika efnahagslífsins en þó eru þó undirstaðan undir
stærstum hluta verðmætasköpunar landsins, framþróunar efnahagslífsins og bættum lífskjörum til langrar framtíðar. Það eru fyrst og fremst fjármálafyrirtæki og stórfyrirtæki sem eiga hug kerfisins. Þegar stórfyrirtæki eða fjármálafyrirtæki komast í vanda, telja stjórnmálamenn sig nauðbeygða til að beita ríkinu til að hlaupundi bakka og bjarga fyrirtækinu frá gjaldþroti. Og ég tók dæmi af Barack Obama fyrir forseta Bandaríkjanna sem greip til umsvifa mikilla ráðstafana og veitti þarlendum bílaframleiðendum alveg ótrúlega opinbera fyrirgreiðslu til að koma í veg fyrir gjaldþrot. Minni fyrirtæki sem ekki voru pólitískt mikilvæg fengu enga ríkisaðstoð. Sagan geymir fjölmörg dæmi frá flestum Vesturlöndum þar sem skattgreiðendur hafa fengið reikningin fyrir björgunaraðgerðum ríkisins, ekki aðeins þegar að björgunarhring hefur verið hent út til fjármálafyrirtækja, heldur einnig annara stórfyrirtækja eins og ég nefndi hér áðan, bílaframleiðendur í Bandaríkjunum, kerfislega mikilvæg, já alveg og örugglega líklega. En það sem ræður hér för er að þessi fyrirtæki eru örugglega pólitísk mikilvæg fyrir ráðandi öfl fyrir kerfið sjálft. Bein eða óbein, formleg eða óformleg ábyrgð ríkisins á rekstri fyrirtækja býr til eitraða blöndu, klíku kapitalisma, ábyrgðarleysis og aukina umsvifa ríkisvaldsins. Fyrirtæki sem ekki má fara í þrot nýtur óeðlilegra yfirburða og forréttinda yfir keppunautana og brenglar alla markaðsstarfsemi. Fjárfesting í hlutabréfum þess eru álitin áhættu lítil og aðgangur á lánsfé er greiðari og ódýrari. Fyrirtæki þenst út ekki í krafti eigins ágætis eða snjallara stjórnunar og nýrra aðferða, heldur í skjóli forréttinda. Mér finnst mikilvægt að hafa þessi atriði í huga þegar að við förum að byggja upp efnahag landsins eftir þau áföll sem voru óhjákvæmilegur fylgifiskur COVID-faraldursins. Okkar markmið er að til verði þúsundir starfa, að lífskjörin verði bætt og að tryggja undirstöðu velferðar samfélagsins. Ólíkar hugmyndir hvernig best sé að standa að verki marka skil milli stjórnmálaflokka, jafnt innan og utan ríkisstjórnar. Samfæring mátt ríkisins tekst á við trúna á kraft og útsjónarsemi einstaklingsins. Í hugum stjórnlyndra er skynsamlegt að sækja fram og fjölga starfsmönnum hins opinbera. En slík atvinnusókn, og þetta vitum við öll, verður ekki fjármögnuð nema með þyngri álögum á fyrirtæki og almenning, og það hefur áhrif á þann kraft sem býr og þarf að búa í viðskipta hagkerfinu. Andspænis þeim standa þeir sem leggja áherslu á að skapa verðmæti með því að hleypa súrefni inn í atvinnulífið með lægri gjöldum og einfaldar regluverki og skilvirku eftirliti. Svo eru þetta þeir til sem telja skynsamlegast að afhenda stjórn peningamála til Seðlabanka Evrópu og ganga til liðs við Evrópusambandi og afhenda stjórn og stefnu í utanríkisviðskiptum til embættismanna í Brussel. Þetta hefur áður verið fjallað. En allir, hvar í flokki sem þeir standa, leggja áherslu á nýsköpun. En á stundum þó engu líkara en að það sé aðeins í orði. Því leið er hvatt til regluvæðingar atvinnulífsins, aukins eftirlits og þyngri skattheimtu. Sumir eru haldnir hreinum ótta við að einstaklingar fá að njóta frumkvæðis og dugnaðar. Í framtíðarsýn stjórnmálamanna uppbyggingu atvinnulífsins fer hins vegar lítið fyrir mikilvægi þess að ýta undir og tryggja samkeppni á sem flestum sviðum þjóðlífsins, ekki síst þar sem hún er lítil, takmörkuð eða jafnvel engin. Það er því miður svo að stór hluti íslensk efnahagslífs er án samkeppni eða líður fyrir mjög takmarkaða samkeppni.
Samkeppnisleysið leiðir til sóunar á mannafli og fjármagni, hærra verðs, lakari þjónustu og verri vöru. Nýsköpun er í böndum og framboð vöru og þjónustu verður einhæfari. Í stað þess að virkja krafta samkeppninnar kemur hið opinbera á hana böndum. Með aðgerðum eða aðgerðaleysi hafa ríkið og sveitarfélög hindrað samkeppni með margvíslegum hætti. Vandinn sem glímt er við er ekki skortur á opinberu eftirliti eins og sumir láti veðri vaka, heldur skortur á samkeppni og oft á tíðum ósangjörn samkeppni hins opinbera við einkaframtakið. Það er áhyggjuefni hve margir, ekki síst stjórnmálamenn, láta sér samkeppnisleysi í léttu rúmi liggja. Þeir hafa meiri áhyggjur að stöðu kerfislægra mikilvægra fyrirtækja, eignarhaldi ríkisins og yfirburða stöðu á fjármálamarkaði en samkeppni. Kannski á það ekki að koma á óvart að ríkisrekstara sinnar leiði lítt hugan að því hversu mikinn skaða ríkið veldur með því að halda út í stofnunum og fyrirtækjum sem eru í harðri samkeppni við einkafyrirtæki. Í þeirra huga skiptir til dæmis það sem ég kalla velferð ríkisútvarpsins meira máli en fjölbreytileg og lífleg flóra sjálfstæðra fjölmiðla. Undan verndarvæng ríkisins herja ríkisfyrirtæki og einkafyrirtæki til að vinna nýja markaði, afla sér aukinna tekna. Í skjóli opinbers eignarhalds hefur verið lagt til atlögu við einkafyrirtæki lítil og stór. Íslenskir kaupmenn standa höllum fæti gagnvart ríkisrekstri í flugstöð Leifs Eiríkssonar. Dreifingar og flutningafyrirtæki eiga í vök að verjast gagnvart ofurafli ríkisfyrirtækis sem sendir skattgreiðendur reikningin fyrir misheppnuðum tilraunum til landvinninga. Ríkisrekstur fjölmiðla kemur í veg fyrir sanngjarna samkeppni á fjölmiðlamarkaði og heldur sjálfstæðum fjölmiðlum í fjárhagslegri spennitreyju og dregur úr þeim þróttinn. Samkeppni í menntakerfinu er takmörkuð enda fjandskapur gagnvart sjálfstæðum skólum landlægur í íslenskum stjórnmálum. Það ræður ekki metnaður að tryggja gæði menntunar nýja fjölbreyttari valkosti nemenda. Við höfum orðið áþreifanlega vör við hvernig skipulega er unnið að því að ríkisvæða heilbrigðisþjónustuna, draga úr samkeppni, fækka valmöguleikum landsmanna og hefta sjálfstæða starfsemi heilbrigðisstarfsfólk. Biðlistar í stað þjónustu og tvöfalt heilbrigðiskerfi festir rætur. Listinn er langur. Ítarlegt samkeppnismat sem OECD vann að frumkvæði íslenskra stjórnvalda á regluverki sem gildir hér á landi í byggingarstarfsemi og ferðaþjónustu leiddi ljósa með einföldun er hægt að bæta hag landsmanna 10 milljarða á ári. 10 milljarða. Regluvæðing atvinnulífsins hefur með öðrum orðum leitt til 20 milljarða sóunar á hverju ári. Og sú sóun er greidd í formi lakari lífskjara. Einföldun regluverksins laðar fram samkeppni, auðveldar athafnamönnum að láta til sín taka, flókið regluverk og frumskógur skatta og gjalda er vörn hinna stóru, draga úr möguleikum framtaksmannsins til að bjóða nýja vöru og þjónustu. Við höfum séð hvernig róttækar breytingar og ýmsum sköttum og gjöldum hafa skilað sér í aukinni samkeppni sem neytendur hafa notið. Undir forystu Bjarna Benediktssonar voru til dæmis almenn vörugjöld afnumin og hið sama á við tolla til dæmis á fatnaði. Kerfisbreytingarnar juku samkeppni í verslun. Flóran varð fjölbreyttari, samkeppnin varð meiri og neytendur nutu góðs af. En eitt er að einfalda reglur og draga úr skattbyrði, annað er að tryggja skilvirkni í samkeppniseftirliti sem er mikilvæg forsenda þess að ábati samkeppninnar skili sér til neytenda. Breytingar á samkeppnislögum á liðnu ári eru mikilvægt skref í þessa átt en aðeins skref. En ef við ætlum okkur að ná árangri á komandi árum í uppbyggingu atvinnulífsins, gera það fjölbreyttara,
styrkja þannig stoðir velferðarsamfélagsins, verður að innleiða samkeppni á öllum sviðum til að tryggja hagkvæma nýtingu fjármagns og vinnuafls, góða þjónustu og hagstætt verð. Þar leika ríkisvaldið, löggjafinn, en ekki síst eftirlitsstofnanir lykil hlutverk. Ég þakka þeim sem hlýddu. Góðar stundir.